Jæja Frans, þið eru komnir á Laugardalsvöllinn, til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þetta leit ekkert alltof vel út þarna í byrjun, þeir eiginlega bara veltuðu svolítið yfir ykkur. Já, þeir fengu blóð á tennurnar í fyrsta markið og svo bara komum við eitt og svo annað og við vorum bara eftir á. Við fengum reyndar hana 1-2 færi en út á vellinu vorum við bara eftir á. Íringarnir voru tilbúnari frá fyrstu mínútu í dag. Svolítið værukærir kannski, búin að vinna fyrirfram? Ég upplifði það ekki sko, kannski eitthvað ómeðvitað, en við vorum bara, við vorum bara eftir á, allan fyrir hálfleik. Svo skora Kári hana í lok fyrri hálfleiks og það svona jafnar leikinn aðeins, getur við sagt. Já, það var mjög þægilegt að fá það mark, svona rétt fyrir hálfleikinn líka, en sko, já, Írungarnir með flottinu þóttu við varum 3-0 undir á, svona fannst mér við einhvern veginn, ég var ekki træddur, ég vissi alltaf að við myndum koma tilbaka, sem við síðan bara, gerum svo í seinni hálfleik. Kannski ágætt að taka eitt svona downleik núna og komast áfram og rífa sig upp í eins og þeir eru búin að vera að spila undanfarið í úrslitaleikin. Já, ég með Kjartan Marsson, hann vill alltaf skíttapa seinasta æfingarleik fyrir mót, því að hann má kæra menn gíraðir inn í móti, þannig að það er kannski fínt að mann sé henta aðeins niður í jörðina fyrir úrslitaleikin. Það er Laugardalsvöllur eftir viku, hvort hefur nú trúið að þið fáið Aftureldingu eða Fjölni? Ég held við fáum Fjölni. Mér finnst þeim aðeins og ég held það. En ég veist, þetta er bara 50-50 leikur, kemur í ljós. Breytir einhver kannski fyrir ykkur hvorn andstæðingin þið fáið? Nei, það er bara, nei. Við ætlum bara að einbeita okkur að okkur sjálfum og Og bara fara upp? Já, ekki spurning. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur og bara bíð spenntur eftir næstu helgi. Já, ég hlakka til líka.